Halldór, nokkuð samfærandi tap, ef svo má orðið komast hér á móti sterku valsliði í Origo-höllinni. Hvað að gerast á þínum stúlkum? Hvar fer þessi úrskeiðis? Við spilum fyrir 2 dögum og vorum með 7 leikmenn þar og 7 leikmenn núna og við vorum bara búin að ráði. En ég byrjaði að setja hamingju með Val, deildartitilinn. En við myndum að vera erfiður leikur. Það eru með bara 2-3 leikmenn í hverju stöðu og bara geta rúllað inn á og bara með geggjalið. Og við myndum að erfitt og við lögðum þetta þannig upp. Við ætlum að gefa allt í Skallagrímsleikinn í daginn og við skildum allt eftir á gólfinu þar og svo að við setjum þetta á töff í dag. Nú eins og þú segir, skilur, þið takið þessar síðustu 2 leiki og helmingurinn af stigunum ykkar kemur í raun og veru í síðustu 2 umferðum. Já. Þetta er nú ákveðið grettistak sem þeir eru að lyfta svona á síðustu vikum. Já, það er búið að vera bara góð stemning í hópnum undanfarið og við komum held ég að 9 leikja taphreinu þannig sikkur með við stoppið og við vorum búin að klára síðan sterkt og ætlum bara klárlega ekki að fara niður og náttúrulega lögðum allt í klárleikin að klára hann sem tókst. Hvað þýðingu hefur það fyrir Stykkishólm og Snæfell að halda liðinu í fremstu röð? Þetta er bara mjög mikilvægt. Við halda körfuboltann lifandi í Stykkishólmi. Þetta er mikið körfuboltahefðar og við bara þurfum að halda áfram og bara nota tækifæri að hrósa stelpunum mínum hvað eru búin að vera geggjaðir í vetur. Mjög þunnur leikmannahópur en búin að vera að standa sér alveg ótrúlega vel. Frábært. Takk fyrir.